Oh my God. Oh my god, stelpur, þið trúið þessu ekki. Ég var óvart í tímalöfnum vel. Ekki pæli hvernig, ég veit ekki alveg. Og ég endaði árið 1914 og ég sá bókstaflega allt það sem ég gerðist með eigin augum. Það var svo brjálað. En ég ætla að koma tilbaka og ég verð að segja hvað ég gerðist. Bíddu, ha? Ertu legit að segja að þú hafi farið aftur í tímann? Nei, swear, þetta var alvöru. Stelpur, voruð þið búin að heyra því sem að Gavrilo Princip gerði? Ég sá þetta allt lagi, þetta er svo mikið tíu. Ok, segðu, ég er svo invested. Kemur í ljós að Gavrilo ákvað að drepa franskt parið. Like, actually skjóta þau. Jealous ones eða hvað? Alveg sko, ég samt sá alveg fyrir mér að þetta gæti gerst. Gavrilo og Serbía var alveg búin að vera í bífi með Austur-Ungverjalandi í smá tíma. Já, en samt, ég hafði aldrei giskað að Gavrilo myndi gera þetta. Hann leit bara út eins og einhver algjör dúlla, ekki einhver hetja eða hryðjuverkadúddi. Nei, en hlustið, þetta var bilað. Ég sá þetta allt gerast. Þau hjónin voru bara að leina á spítalann til að heimsækja verðinni sína sem hefði meiðst fyrir daginn. Þessar sem voru sprengtir. Já, einmitt. En þau beygðu sín eitthvað vitlaust, bílstjórinn klikkaði eitthvað. Og þau stoppuðu til að bakka bílnum og enduðu basically beint við hliðina á motherfucking Gavrilo. Oh my god, úi, imagine að vera svona mikið nafli og þú þarft að skjóta ykkur til þess að líða betur með sjálfa þig. Já, andjóks, það er svo mikill mínus. En hver tók yfir landinu eftir að Frans var drepinn? Úff, það var ótrúlega mikið vesen. Ég heyrði pappa mínum vera að tala um það og það var heimstyrjöld út af þessu. Þú veist, hversu dramatískur er hægt að vera? Stríð? Ég segi ykkur, ef ég myndi lifa á þessum tíma, þá myndi foreldrar mínir aldrei leyfa mér út í húsi aftur. Oh my. Já, sammála, foreldrar mínu eru svo ströng og pabbi minn var síðan eitthvað að tala um herskildu. Herskildu? Ertu for real? Já, en það var náttúrulega bara herskildu fyrir stráka, svo við erum alveg safe. En samt, ógeðslega leiðilegt hvernig konur máttu varla gera neitt á þessum tíma. Þú veist, það máttu ekki einu sinni kjósa. En veistu hvað gerði svo? Þýskaland og Austur-Ungverjaland lýstu yfir stríð á Serbíu. Serbíu var alveg brjáluð yfir þessu. En þá sagði Rússland að ef einhver myndi bífa við Serbíu, þá myndi þau hjálpa þeim. Sem er bara svakalegt. Strax 4 sikkur lönd komin í stríð yfir einum gæja. Algjörar pæjur. En það stoppaði ekki einu sinni þar. Þýskaland fekk eitthvað massive ego boost og hugsaði, ég er svo drullinattur og sterkur að ég ætla að líka í stríð við Frakkland og svo taka þeirra ally Rússland. En Rússland var tilbúin fyrir þessu. Frakkland voru líka ekki viss hvernig þau ætluðu að hunsa þetta eða berjast með Rússlandi, en endanum verið þau bestis. Og Austur-Ungverjaland og Þýskaland voru bestu vinir. Ítalía var líka vinir að fyrst, en þau sáu hvað þetta stríð var stúpid og bökkuð út og hjálpuðu ekki. Allt þetta bara í Þýskaland með einhverjum dreymum að sterkast í Evrópu. Og svo voru Rússar og Frakkar eitthvað að þrýsta Bretland að hjálpa þeim. Eitthvað, þú verður að hjálpa okkur, annars munum við klaga. Og það náði Bretum, þannig þeir fóru í stríð þó þau væru loki stressaðir. Bretland var eiginlega að reyna að vera skynsamt fyrst, en þegar allt var komið algjört vill, þá voru þau bara, fæn, við sem taka þátt. Á meðan Þýskaland var að plana að rífast við Frakkland lentu það í smá vesenni. Frakkland var með varnir á landamærunum, þannig Þýskaland náði ekki að ráðast beint. Þannig þau fóru í eitthvað crazy backup plan. Já, þau ætluðu að fara gegnum Belgíu til að koma Frakklandi óvart. Algjör alfa move að mínum mati. En þá blandaðist Belgía í þetta og núna voru 6 lönd komin í þetta heimskulega drama. Þú veist, grow up. Þegar Bretar heyrðu hvað Þýskaland var að dúlla sér í, þá voru þau komin með nóg og fóru í stríð. Líka þeir voru stressuð missa stjórn á Evrópu. Og líka af því að Bretar hefðu lofað Belgum að venda á ef eitthvað myndi ógna þeim. Þú veist, ok, hversu krútlegt.
Eftir að Bretar blönduðu sér 100% í stríðið var basically allur heimurinn kominn í stríð. Nú voru ekki bara 6 lönd, heldur 7. Þetta var svona fyrsta stóra stríðið síðan sigurinn hjá Napoleon í Waterloo. Samt, imagine, það var basically bara nýtt stríð hverju viku. Löndin börðust á landi, á sjó og í loftinu. Og seinna þvinguðust Bandaríkin líka inn í stríðið. Samt, pælti í því, þetta er hvernig þetta allt byrjaði. Ég sá þetta sjálf, allt út af einum 19 ára strák. Og samkvæmt netinu tóku yfir 30 lönd þátt í heimsstyrjöldinni. Og þó að þetta hafi aðalega verið Evrópa, þá blandaðist Asía líka í þetta. En við tölum það bara seinna. Já, ok, ég dauðþreytt af þessu tímavél og það drama. Nenni ekki að hugsa um þetta meira. Góða nótt. Já, bye bye!